21 var drepinn, þar af 4 börn í einni mannskæðustu árás sem Rússar hafa gert á Kíev í Úkraínu. Sendiskrifstofa Evrópusambandsins skemmdist en sambandið boðar hertari viðskiptaþvinganir gegn Rússum. Það eiga alltaf að vera ein jarðgöng í vinnslu, segir innviðaráðherra, sem kynnir uppfærða samgönguáætlun í haust. 7 ár verða liðin frá síðustu göngum þegar hafist verður handa við næstu. Ekki víst að það verði Fjarðarheiðargöng eins og til stóð. Einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta gæti komið í veg fyrir mörg alvarleg tilfelli krabbameins, segir kona sem greindist með stökkbreytingu í BRCA-geni. Óvissan eftir greiningu sé verst. Það fjölgar hratt í Skorradalshreppi fyrir kosningar sameiningu við Borgarbyggð. Innviðaráðuneytinu hafa borist athugasemdir kjörskrána en mjög skiptar skoðanir eru sameiningu. Fjöldi húsa í miðborg Reykjavíkur í niðurníðslu og formaður íbúasamtaka segir þau slysagildru. Slíkt ástand hafi varað í áratugi og tími kominn til að borgin bregðist við. Gott kvöld. Rússar gerðu í nótt umfangsmestu árásarsinnir á Kíev í nokkrar vikur. 21 var drepinn þegar íbúðablokk var sprengt og þar af 4 börn. Þá voru byggingar sendinefndar Evrópusambandsins og breska ræðisskrifstofan skemmdar. Це такий страшенний тваринний жах, який от прям холодом проходить по цій повністю. Ходиш на вулицю, воно ніби над головою тебе летить. І от потім почувся оце якраз над головою свист і приліт сильний. І певно, це от якраз було тут. Þessi árás hæfði nokkur íbúðarhús þar sem 4 börn voru meðal hinna látnu og fleiri byggingar skemmdust. Ракета, блін, розірвалася, що трапило? Ви бачите, що робиться? Все розірвано. Björgunarmönnum tókst að bjarga nokkrum úr rústum. Þessi árás þrátt fyrir það eins og mannskæðasta sem Rússar hafa gert á Kíev. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu sagði á samfélagsmiðlum að val Rússa væri ekki að ljúka stríðinu heldur að gera nýjar árásir. Rússar sögðust aðeins hafa gert árás á hernaðarmannvirki, nokkuð sem stenst ekki, og öll markmið þeirra hefðu náðst. Talsmaður Kreml sagði í morgun að hernaðaraðgerðin í Úkraínu héldi áfram en Rússar hefðu þó enn áhuga á viðræðum frið. В будь-якому разі зараз страждають всі і прилітаю в будь-які райони. І, як бачимо, ніякі перемовини поки нічого не дають, люди страждають, на жаль. Hallgrímur, þú talar að þessi árás sé með þeim mannskæðri, en eitthvað annað sem gerir þessa árásir öðru ólíkar þeim sem á undan komu? Já, Rússar gerðu nokkrar stórar árásir á Kíev í júlí og byrjun ágúst. Og það sem kannski einkenndi þær var að þær voru svona frekar fjarri miðborginni, meira í úthverfum. Þið sjáið árásirnar hérna á appelsínugulu punktunum í júlí og ágúst og miðborgin svona á þessu svæði. En þetta var ekki þannig í dag. Þá voru fleiri árásir sem í dag, sjáum rauðu punktana, það voru gerðar meira í miðborginni. Og meðal annars sendiskrifstofa Evrópusambandsins, hún skemmdist og hún býsna nærri forsetaskrifstofunni og þinginu og sem eru náttúrulega í hjarta borgarinnar og ég mældi það á Google Maps að það svona cirka 3,5 kílómetra akstursfjarlægð frá forsetaskrifstofunni og að þessari sendiskrifstofu ESB, þannig að þetta alltaf færast svolítið nær hjarta borgarinnar. Og vegna þess hafa nú viðbrögðin væntanlega verið býsna hörð eða hvað? Jú, þau hafa verið býsna mikil, meðal annars sagði Keith Kellogg sem hefur verið sendifulltrúi Donald Trump Bandaríkjaforseta í málefnum Úkraínu að þessar árásir þær settu þann frið sem Trump væri að stefna á í hættu. En viðbrögðin eru náttúrulega eins og gefur að skilja líka mjög mikil meðal evrópskra leiðtoga og trúlega hefur Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, aldrei tekið sterkar til orða stöðuna í Úkraínu heldur en einmitt í dag. I'm outraged by the attack on Kyiv, also hitting our EU offices. It shows that the Kremlin will stop at nothing to terrorize Ukraine, blindly killing civilians, men, women and children, and even targeting the European Union. We will come forward soon with our 19th package of hard-biting sanctions.
Á þessa lund hafa viðbrögðin verið hér í Brussel og reyndar víðar í Evrópu. Von der Leyen greindi svo frá því síðdegis að hún hefur rætt við Zelensky og við Donald Trump Bandaríkjaforseta og ítrekaði kröfur friðarviðræður og öryggistryggingar fyrir Úkraínumenn. Það hefur lítið þokast í þessa átt í kjölfar leiðtogafundar Trumps og Pútins Rússlandsforseta í Alaska nýlega. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins kallaði sendifulltrúa Rússa hér í Brussel á teppið í dag eftir árásina í morgun og það sama gerðu stjórnvöld í Lundúnum. Húsnæði menningarstofnunar Bretlands, British Council, skemmtist einnig í árásinni í Kiev. Und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Wir werden beim informellen Treffen der EU-Außenminister in Kopenhagen über Konsequenzen zu sprechen. Og þessi fundur sem þýski utanríkisráðherrann minntist á, hann verður á laugardaginn og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Espen Barth Eide utanríkisráðherra Noregs, þau verða bæði viðstödd þann fund. Einmitt. En þau boða, margir Evrópuleiðtogar herðari refsiaðgerðir og viðskiptaþvinganir. Það hefur auðvitað gengið á með slíku undanfarin mánuði og misseri og ár síðan að Rússar réðust inn í Úkraínu. Eru Evrópuleiðtogar með fleiri tromp upp í hendinni til þess að þjarma að Rússum? Í raun og veru ekkert annað en meira því sama. Annars vegar frekari viðskiptaþvinganir. Von der Leyen boðaði það náttúrulega við sáum það í fréttunum hérna áðan. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur líka hótað frekari þvingunum á Rússa ef að þeir halda áfram árásum, hefur ekki staðið það ennþá. Síðan það að halda áfram þessum stuðningi við Úkraínu í formi fleiri vopna, þjálfunar, efnahagsaðstoðar og þar fram til götunum. Og sérfræðingar hafa hvatt til þess að þessi stuðningur við Úkraínu verði aukinn einfaldlega af því að víglínan í Úkraínu eiginlega fyrsta vörn Evrópu. Nú að sjá svo sem hvað Evrópuþjóðirnar eru tilbúnar að ganga langt í því en manni sýnist að þær séu orðnar sífellt svartsýnni á að það verði náist einhver friður og Friedrich Merz kanslari Þýskalands sagði til dæmis í dag að það væri að verða nokkuð ljóst að það yrði aldrei af þessum tvíhliða fundi Zelenskís og Vladimir Pútins sem svona menn hafi verið að stefnað. Kærar þakkir fyrir þetta, Hallgrímur. Og öðru. Ný forgangsröðun birtist í uppfærðri samgönguáætlun sem verður lögð fram á Alþingi í haust. 5 ár eru frá því að samgönguáætlun var síðast endurskoðuð og voru Fjarðarheiðargöng þá efst á framkvæmdalista. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, segir að ekki sé hægt að ganga því vísu að svo verði áfram. Hefja á jarðgangagerð á ný árið 2027. 7 ár verða þá liðin frá því að vinnu lauk við þau nýjustu, Dýrafjarðargöng. Ég mun leggja fram nýja forgangsröðun, ég ætla ekki að upplýsa hvernig hún verði, en ég er óbundin af fyrri forgangsröðun. Hefur verið tekin ákvörðun hver þessi forgangsröðun er? Nei, við erum að vinna núna undirbúningi og greiningavinnu og ég bara skora á það að koma í þingsal og hlusta því ég mæli fyrir samgönguáætlun. Í samgönguáætlun birtist forgangsröðun nýframkvæmda. Þar voru Fjarðarheiðargöng efst á listanum, en þau verða ríflega 13 km löng. En fleiri vilja komast fremst í röðina. Á Norðurlandi liggur fyrir tvöföldun Strákaganga og tvöföldun Múlaganga. Á Vestfjörðum er ákall Súðavíkurgöng og tvöföldun Vestfjarðaganga, en þau eru aðeins tvöföld að hluta. Á Suðurlandi er það tvöföldun Hvalfjarðarganga og Sundabraut. Ráðherra vill að Sundabrautin verði fjármögnuð í gegnum innviðafélag sem til stendur að stofna. Fjármálaráðherra segir það auka stöðugleika í uppbyggingu við samgönguinnviðina. Það er freistandi að skera niður fjárfestingaverkefni frekar heldur en rekstur og smám saman dragast þessi verkefni aftur úr. Með því að koma þeim fyrir í sjálfstæðri einingu, þar sem að gerðir eru samningar til lengri tíma, erum við að tryggja að sú freistni falli ekki á ríkissjóð. Í haust skýrist hvernig á að útfæra innviðafélag sem á að halda utan fjárfestingar í samgönguframkvæmdum að erlendri fyrirmynd. Þannig væru fjárfestingar betur aðskildar frá rekstri, segir fjármálaráðherra. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði til að mynda á innviðaþingi í dag að það væri óeðlilegt að kostnaður við stórar innviðaframkvæmdir falli á örfá ár í fjárlögum, jafnvel þótt innviðinni nýtist í marga áratugi. Það væri eðlilegra að taka kostnaðinn út fyrir svega í bókhaldinu í samræmi við stöðugleikaregluna í fjármálum ríkisins. Markmið stöðugleikareglunar er að takmarka vöxt almenns rekstrar þannig að það skapa okkur svigrúm til fjárfestinga. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta tvennt í samhengi.
Innviðafjárfesting hefur dregist mikið saman síðustu áratugi. Það ekki sér íslenskt vandamál. The spending on transport infrastructure has been declining past decades over all the OECD countries significantly. Kápela segir að innviðafélög og aðkoma einkafjárfesta gegnum svokallað samvinnuform sé ein leið sem geti aukið skilvirkni framkvæmda. It's not additional money. It really is focused on efficiency. En slík samvinnuverkefni séu flókin og ef þau á að fjármagna með gjaldtöku sé alltaf óvissa með eftirspurnina. Þá þurfi að liggja skýrt fyrir hver ber kostnaðinn ef eftirspurnin minni en talið var. If there's not enough demand, will the construction company cover the losses, or is there some kind of an agreement between the company and the government that if there's not enough demand, then the difference will be covered by the public budget, for example. Og við höldum áfram á vegum úti því að það verður líklega hægt að endurbæta rúma 120 km af þjóðvegum landsins á þessu ári. Deildarstjóri hjá Vegagerðinni segir mikilvægt að geta nú farið í fyrirbyggjandi viðhald í stað þess að vera sífellt að slökkva elda. Vegagerðin fékk 3 milljarða króna aukalega í sumar til framkvæmda og hefur nýtt þetta fjármagn fyrst og fremst til að gera við vegi, endurbyggja og malbika. Fjárveitingin kom seint en verk voru tilbúin í útboð hjá Vegagerðinni og verktakar voru tilbúnir. Og það fóru bara öll hjól af stað leið og fjárveitingin kom og var byrjað bara strax á verkefnunum og við erum að sjá fram á að klára öll verkefnin í september. Viðhaldsþörfin var mest á vestursvæði Vegagerðarinnar, þar sem tæpir 54 kílómetrar verða lagaðir. Á Norðurlandi eru þetta tæpir 28 kílómetrar, 29 kílómetrar á Suðurlandi og á Austurlandi verður gert við rúma 14 kílómetra. Hér í Skagafirði borgarverk að ljúka viðgerð á 3 kílómetra kafla á hringveginum, endurnýja burðarlag og klæða upp á nýtt og svona eru verktakar að vinna endurbótum víða land. Gott dæmi gagnsemi þessara framkvæmda tæplega 4 kílómetra kafli í Bakkaselsbrekku í Öxnadal, afar viðhaldsfrekur kafli sem nú hefur verið malbikaður. Og þetta á eftir að gera það verkum að við þurfum ekki að hugsa þennan yfirlögn á þessum kafla vonandi næstu 10 árin. Og með því að ná að ljúka þessum verkefnum núna gefist vonandi svigrúm á næstu árum til að sinna enn frekar fyrirbyggjandi verkefnum. Og getum þá farið í fleiri kannski svona og lengri kafla í stað þess að vera að slökkva elda stanslaust. Innviðaráðuneytinu hafa borist athugasemdir kjörskrá í Skorradalshreppi fyrir kosningar sameiningu við Borgarbyggð. Djúp gjá á milli íbúa í Skorradal með og á móti sameiningu. Þannig að þetta bara ekkert líkt þessum sveitarfélögum. Heitar umræður spunnust á kynningarfundi í Borgarnesi fyrirkomulag kosninga, samráð og leiðrétta kjörskrá sem þjóðskrá birti í vikunni. Líklegast að niðurstaðan velti á úrslitunum í Skorradalshreppi, sem var áramót 3. fámennasta sveitarfélagið. Svo hefur fjölgað núna, þó nokkuð núna upp á síðkastið skömmu fyrir kosningar. Á fyrri útgáfu kjörskrár vantaði 6 manns sem höfðu skráð lögheimili þar sem enginn bjó við síðustu kosningar. Það eru 10% af kjörskráni. Sumir eru skráðir greinilega á eyðibýli sem eru hvorki með þak né glugga. Sumir eru húsnæðislausir sem vist áhyggjuefni með að það að koma haust. Athugasemdir við kjörskrá hafa borist til innviðaráðuneytisins sem hefur málið til skoðunar. Lýðræðislegasta niðurstaðan að mínu mati sú að íbúarnir, og þá meina ég íbúarnir, þeir sem lifa og hrærast í sveitarfélaginu, að mér finnst að það séu allavega þeir sem að eigi að fá að ráða. Síðan 1994 hafa 10 sveitarfélög við Borgarfjörð og á Mýrum sameinast. Þau mynda í dag sveitarfélagið Borgarbyggð. Skordalingar hafa ítrekað hafnað sameiningu við Borgarbyggð en hreppurinn kaupir þó nánast alla grunnþjónustu af nágranna sveitarfélaginu, svo sem skólaþjónustu og þjónustu við aldraða. Óráðið hvort þjónustusamningar standi Skorradalshreppi áfram til boða ef sameiningartillagan verður felld. Í rauninni þá snýst þetta fyrir mér það hvort að við ætlum bara að halda þessu samstarfi sveitarfélagana áfram eða ekki, og það bara svona svolítið á höndum íbúa beggja sveitarfélagana að ákveða það.
Kona sem greindist með stökkbreytingu í BRCA-geni segir að einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta geti komið í veg fyrir mörg alvarleg tilfelli krabbameins. Hún segir óvissu næstu skref eftir greiningu hafi verið erfiða, biðlistar voru langir og mikill kostnaður við læknaheimsóknir. Fyrir mér var ég bara með einhverjar tímasprengjur utan á mér. Og eftir greiningunum þá var erfiðast að halda haus þangað til maður fékk skoðun að athuga hvort maður væri komið með krabbamein. Og ég hefði aldrei verið típan í það að ég hefði getað beðið alltaf í 6 mánuði og fá að vita að ég komið með krabbamein núna. Jóhanna Lilja greinist með stökkbreytingu í BRCA-geni í erfðagreiningu árið 2020. Stökkbreytingin er erfðagalli sem eykur hættu á brjósta- og eggjastokkakrabbameini hjá konum og krabbameini í brjóstum og blöðruhálskirtli hjá körlum. 85% líkur eru á krabbameini hjá þeim sem bera genið. Fyrst átti ég að koma í viðtal hjá í skoðun og svo í ykkur aðra segulómun og svo hitta skurðlæknir og svo hitta lítalæknir og svo í fræðslu og alltaf leið hálfu mánuður á milli og ég átti alltaf að fara heim og hugsa málið. 48 ára gömul kona þarf ekki að hugsa málið að láta taka af sér brjóstina eða eggjastokkana. Það er algjörlega á hreinu. Fyrir utan það ef að allir hefðu getað bara hitt mig á einum fundi, hjúkrunarkonur og læknar sem bara fræða mig á þessu, hvað væri framundan og sýnt mér þetta og ég kæmi svo bara á lista. Og koma þar upp stórum gagnagrunni með heilbrigðisupplýsingum sem fólk getur sjálft sótt upplýsingar í, segir Kári Stefánsson, sem fór fyrir starfshópi einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu. Hann vill nýta erfðaupplýsingar til að efla heilbrigðisþjónustu. Þessi sorgarganga Jóhannu hefði orðið allt öðruvísi ef þetta kerfi hefði verið til staðar. En engu að síður það sem fyrst og fremst brást þegar kom að henni var að það voru einhverjir sem annarkvort gleymdu eða glötuðu sinni samhygð með henni á leiðinni og það er mjög vont. Í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu er frumkvæði að heilbrigðisþjónustu fært til fólksins. Hugmyndin er svo að einstaklingurinn safni öllum þeim heilbrigðisupplýsingum sem eru til hann eða hana og geymi á einhvers konar appi eða einhvers konar stað undir nöfnum og kennitölum og enginn hafi aðgangað þeim gögnum nema einstaklingurinn sjálfur. Telur að heilbrigðiskerfið okkar í dag beri þessa breytingu? Þetta myndi létta töluvert á heilbrigðiskerfinu en þar þarf þá að koma til hlíðar við það heilbrigðiskerfi sem við erum með í dag. Það þarf að koma upp mjög stórum gagnagrunni með ópersónu tengdum upplýsingum þjóðina þar sem hægt er að sækja þekkingu með notkun gervigreindar forrita sem síðan einstaklingurinn getur leita til. Formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur segir tíma til komin að borgin beiti þeim úrræðum sem hún hefur til að taka á þeirri slysagildru og líti sem niðurnýtt hús í miðborginni eru. Sum hafa staðið auð og grotna niður í áratugi og sums staðir er bara hola. Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur birtu fyrir 5 árum samantekt vanhirrt hús í miðborg Reykjavíkur. Formaður samtakana segir húsin mörg og lítið hafi gerst. Það sem við náttúrulega horfum fyrst og fremst á er það að það eru lög og reglur við þessu, af hverju er þeim ekki beitt. En það sem brennur kannski helst á íbúana, það eru öryggi íbúa. Við náttúrulega okkur alltaf umhugaðum íbúana. Hér má sjá hvar sum þeirra húsa sem samtökin hafa vakið athygli á eru í póstnúmeri samtakana og sé farið aðeins austar má bæta við 2 stóru byggingum eða lóðum. Sigrún segir sum húsana hafi verið mjög lengi í niðurníslu, jafnvel 20 ár. Þannig að þetta er orðið tímabært að taka á mörgum málum, finnst okkur. Hafið þið reynt að ýta við þessu? Já, við höfum gert það nokkur sinnum. Við höfum alltaf var stóra ályktun 2020, síðan höfum við ýtt á þetta nokkur sinnum, oft með einstaka hús í huga. Við vorum íbúðaráð, það var íbúðaráð starfandi þar til síðastliðið haust að núverandi meirihluti tók við. Íbúðaráð var lagt niður í kjölfar af því. Þannig að það nú eru leiðir okkar torveldari að koma skilabóðum áfram. Sum þessara húsa eru varla hús eins og þessir veggir á Grettisgötu 87 og hér við eina helstu verslunargötu landsins á Laugavegi 75 er ekki hús heldur einungis hola og hefur verið lengi. Sum hús eru aldursfriðuð eins og Þórsgata 6 og Veghúsastígur 1. Steinbærinn að Klappast í 19 er 146 ára og eini steinbærinn sem eftir er í Skuggahverfi.
Þá segja samtökin á Óðinsgata 14 sé slysagildra og að fyrir næri 30 árum hafi lögreglan sagt Njarðargötu 35 vera hruni komna. Þá kviknaði fyrir skömmu í þessu húsi við Sóltún. Sigrún segir að borgin bregðist við með stöðluðum svörum og eins og fyrir segir lítið hafi gerst. Nei, ekki komið tími á að beita lögum og reglum sem eru fyrir þessu. Það eru meðal lögum það að íbúar eigi ekki að stafa hætta í sínu umhverfi. Og það náttúrulega sem hættulegast, það þegar kveikt í þessum húsum, þá náttúrulega er hættan fyrir íbúana. Hvað hefur búið upp á í Kastljósi kvöldsins, Baldvin? Þið voru að fjalla áðan jarðgöng og samgöngur og við ætlum að halda aðeins áfram á þessum nótum, ræða meðal fjármögnun þessara innviðaverkefna. Ég fæ til mín framkvæmdastjóra samtaka iðnaðarins og framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins Birtu. Við ætlum aðeins að velta því fyrir okkur hvernig þetta farið saman, innviðauppbyggingin og aðhald í opinberum rekstri. Þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað þeir segja þetta og fleira. Já, takk fyrir þetta, Baldvin. Og þá að veðri. Svipað veður á morgun, áfram rólegt og milt veður. Heldur meiri líkur á þokulofti við norður- og austurströndina og líkur á síðdegisskúrum suðvestanlands. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Ísland spilaði í dag sinn fyrsta leik á EM karla í körfubolta síðan 2017. Tryggvi Snær Hlinason! Leiklega í kjölfari Tryggvi kveikir í höndinni hér í Spótek. Óvæntustu úrslit dagsins urðu í C-riðli þar sem ríkjandi Evrópumeistarar lenti í kröppum dansi. Og Breiðablik og Valur keppti í forkeppni meistaradeildar kvenna í fótbolta í gær í íþróttum eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 21 var drepinn, þar af 4 börn í einni mannskæðustu árás sem Rússar hafa gert á Kíev í Úkraínu. Sendiskrifstofa Evrópusambandsins skemmtist, sambandið boðar hertari viðskiptaþvinganir gegn Rússum. Það eiga alltaf að vera ein jarðgöng í vinnslu, segir innviðaráðherra sem kynnir uppfærða samgönguáætlun í haust. 7 ár verða liðin frá síðustu göngum þegar hafist verður handa við þau næstu. Ekki víst að það verði Fjarðarheiðargöng eins og til stóð. Einstaklingsmiður heilbrigðisþjónusta gæti komið í veg fyrir mörg alvarleg tilfelli krabbameins, segir kona sem greindist með stökkbreytingu í brakkageni. Óvissan eftir greiningu sé verst. Það fjölgar hratt í Skorradalshreppi fyrir kosningar sameiningu við borgarbyggð. Innviðaráðuneytinu hafa borist athugasemdir kjörskrána en mjög skiptar skoðanir eru sameiningu. Fjöldi húsa í miðborg Reykjavíkur í niðurníðslu og formaður íbúasamtaka segir þau slysagildru. Slíkt ástand hafi varað í áratugi og tími kominn til að borgin bregðist við. Það fyrir þessu að ljúka hjá okkur hér en næstu frétti verða lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum svo á að það er hægt að senda fréttastofu fréttaábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. Þessum tíma er lokið, verðið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Draumahúsið, sænskir þættir þar sem fylgst með fólki